að láta vita að stjórnmálaályktun komin á netið og hún líka hér frammi í pappírsformi. Og nú að því virðist rafrænni kosningu lokið í málefnanefndir og það gæti hugsanlega orðið einhver breyting á niðurröðun dagskrárinnar sem að verða þá tilkynnt hér mjög fljótlega. En ég býð velkomin í pontu Guðlaug Þór Þórðarson, ritara Sjálfstæðisflokksins. Kæru vinir, fyrir ykkur sem að mistuðu að kvöldfréttum RÚV, þá niðurstaðan mín þessi. Það best fyrir flokki minn, það best fyrir flokkin okkar, þegar ungur, öflugur, frambjóðandi býður sig fram í embætti ritara, að ég sígi til hliðar og styðji það framboð. Og ég vona að við gerum það öll. Þegar ég kom til starfa fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þá voru það stór skref. Og alveg sama hvar ég starfaði, hvort að það var í Borgarnesi, á Vesturlandi, á Akureyri, á Norðurlandi, í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu, mér og okkur sem að þá stigum fram, okkur var tekið afskaplega vel. Okkur var tekið með opnum örmum, okkur var treyst til trúnaðar starfa. Það okkar verkefni núna, þegar að ný glæsileg kynslóð kemur til starfa fyrir Sjálfstæðisflokkinn, að við veitum henni brautargengi og styðjum hana til góðra verka. Og þessi landsfundur búinn að vera frábær. Hann hefur fært flokkinn ennþá meira í átt til frjálsræðis og ég get lofað ykkur því að það mun skila sér til þeirra sem að tímabundið hafi yfirgefið okkur og þeir munu koma fljótt tilbaka. Og frá því, kæru vinir og félagar, þegar að ég kynnti þessa niðurstöðu mína, að þá verði ég að segja að þó svo ég hef nú alltaf fundið fyrir miklum hlýhug frá ykkur, að þá hann búinn að vera þannig að ég mjög hrærður. Og það þarf svolítið til að hræra í þessum sem að stendur hér uppi. Og það ekki bara hér á þessu fundi, heldur það líka frá hennum fjölmörgu einstaklingu sem fylgist með þeim, sem að í okkar baklandi, sjálfstæðismenn í hjarta og munu styðja okkur í nánustu framtíð. Og einnig hef ég fundið fyrir mjög jákvæðum viðbrögðum frá því fólki sem ekki einu sinni innan okkar raða. Og ég held að ástæðan sé sú að fólk kunna meta það að þegar við tökum hagsmuni málefnisins, þegar við tökum málefni flokksins fram yfir okkar eigin. Og ég þess sannfærður ef við sýnum það í verki, þá mun traust á okkur vaxa og fylgið aukast. En svo við séum alveg hreinskilin að þá hef ég líka fengið gagnrýni og mér þykir líka vænt hana því að hún komin á góðum hug. En ég vil segja við ykkur öll, ég ekki að fara neitt og ég lofa ykkur því að ég mun bjóða mig aftur fram til forystustarfa til að vinna fyrir ykkur. Og síðan ég nú með nokkuð verkefni og sem ég finnst vera afskaplega skemmtileg. Ég til dæmis varaformaður fjárlaganefndar hjá henni vinkonu minni og góða stjórnmálamanni Vigdísi Hauksdóttur sem bæði gott og gaman að starfa með og ég ber mikla virðingu fyrir. En
það ekki allir á því að sú staða mín sé góð. Til dæmis góðu félagi minn, hann Sveinn Voge, sem uppistandari, hann byrjar öll uppistönd á að tala um mig. Og hann segir að mín staða, að það að vera varaformaður Vigdísar Hauks, að það sé svipað eins og vera bakrætasöngari hjá Geir Ólafs. Og mér finnst illa vegi bæða Geir Ólafs og Vigdísi Hauksdóttur með þessum ummælum. En svo þarf ég nú líka aðeins að fara að kynna mig í ákveðnum kreðsum í flokknum. Ég var til dæmis á fundi hjá Sambandi eldri sjálfstæðismanna í vikunni og Halldór Blöndal, góðu vinur minn, hann kynnti mig ekki einu sinni, ekki tvisvar, heldur þrisvar sem Guðlaugur Þór Gíslason. Og þetta kom mér mjög óvart vegna þess að ég hef alltaf staðið þeirri meiningu og ég sé mjög frægur. Og ég man tímapunktið þegar ég var frægur. Og það var á Austurvelli sem ég áttaði mig á því, einn góðan veðurdag, því ég hef verið mikið í umræðinu, búin að vera í pólitík í mörg ár. Og ég skal bara trúa ykkur fyrir því að það er smá veikleiki hjá mér að þegar ég sé einhvern svona frægan sem ég langar til að vera vinur eða félagi, þá svona nikka ég stundum í viðkomandi þó ég þekki hann ekki neitt. Og það var einn frægur maður sem ég hef búin að sjá oft og ég nikka oft í hann og hann horfði bara í gegnum mig. Þangað til þennan dag, því ég hef búin að vera mikið í umræðinni, að þá ekki aðeins þessi frægi maður, sko hann nikkaði ekki til mín, hann gekk til mín og sagði, ég veit hver þú ert. Og ég hugsaði nema hvað, búin að vera að djöflast eitthvað í línu neti eða hvað ég var nú að gera, sko. En það var aðeins seinna, en svo hélt hann áfram. Ég veit hver þú ert. Þú ert maðurinn en Ágústur Jónsson. Þannig að Halldór Blöndal, sem ég búin að þekkja frá því ég var 16 ára, að hann ætti kannski bara að kynna minna sem manninn Ágústur Jónsson þegar ég held ræðu hjá Sambandi eldri sjálfstæðismanna. En bara svo því sé til haldið til haga að þessi frægi maður, Lalli Jones, hann búin að heilsa mér síðan. En kæru vinir, ritarembættið búin að gefa mér mikið og það mikilvægt fyrir okkur að hlúa trúnaðarmannakerfinu sem okkar sterkasta vopn. Og við þurfum að hvetja og bera virðingu fyrir þeim þúsundum einstaklinga sem ávallt tilbúnir til að leggja mikið á sig fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fá engar aðra þakkir heldur en það sem að vísa ekki lítið að berjast fyrir sameiginlega hugsjón okkar sjálfstæðisstefnuna. Og skilaboðin núna frá þessu fundi einföld. Við treystum ungu fólki. Tækifæri fyrir ungt fólk hjá Sjálfstæðisflokknum og við munum ganga hnarreist og sameinuð vopnuð sjálfstæðisstefnunni frá þessum fundi. Og kæru sjálfstæðismenn, þegar við stöndum saman, þá getur ekkert stöðvað okkur.